Já, það held ég það pingjan sem kemur hérna yfir ykkur af fullum þunga fréttur og fróðleikur viðskipt og vitleysa, sagði einhver viðskipt og vitleysa, það dálítið gott Já, viðskipt og önnu vitleysa Já. Ég tala viðskipti, þú talar Hann er góðu bolli núna, maður Við segjum samt ekki hvaða bollið þetta er Nei, Það þarf að kaupa auðlýsingu fyrir það þetta var splanda brúnt mauk Þetta er ekki brúna gullið Nei. Því miður, en hérna Við erum búin að vera með ágætis kaffi Já, okkur vantar einmitt Það væri fínt að fá einhvern spons á þetta Endilega heyrið í okkur Já, Það ekki? jú, fá kaffi Já, fá kaffi, það er Svo undir að síðasta, nú er kólna og koma jól og okkur vantar kaffi Það er að koma jól Ef að setja eitthvað jólalag á Hentu á Hvað má bjóða þér? Thank you Mr. President Þannig að með Dolly Nei, er það ekki Marilyn Monroe? Nei, Með Monroe, já Happy birthday, nei, það er svolítið jóla í því Nei, takk, ég er ágættur bara Ég held að hlustendur sé ágættur líka Herðu, með okkur í dag, Yngvi Góð leiga Já Nú fer að koma vetur Já. Og þú veist, það er komið vetur Bara góð, drífa sig, inn á góð leigu Það er bara vill svo skemmtilega til að góð leiga er að bjóða upp á sérstaka vetrarleigu sem að er ódýrari fyrir því, kæri hlustandi ódýrari heldur en þessi svo kallega langtíma leiga Já. Þetta er niður frá tímabilinu seft til mæ og þar eru við með bara frábært tilboð svo er náttúrulega skólatilboðin góðu Hyundai 10 á 70 skall á mánuði Já. Það er nú ekki, ég myndi segja að það væri gjöf en ekki gjald Þannig að kíkja inn á góð leigu Þið eru með afslátt 10.000 krónur af fyrsta mánuði að þið skrifið athugasend Pingjan Nýtið ykkur það, kæri hlustendur Hendi sér kostnað á EHF-inu Borgið hlunund af þessu Já, ykkur þannig bara borgið hlunund Rúlli í gegnum veturinn Þið heyrið það, herðu Sko, hver eru fleiri með okkur? Þetta Apparatus Þú hefur nú reyndar hann í Garðabæ Sést á sem Renault Trafic Nú, næ, já Bjóða krökkum nammi og eitthvað Góðlega Hvað er þetta? Herðu, þeir eru með Suzuki Jimmy líka Herðu, ég vil koma inn á hérna Apparatus Þau sáum hönnun á danska Dominos-appinu Voru að lansa því núna í vikunni Hvað sér danska? Danska Dominos-appinu Já, leggjum þessi Norðurlönd Já, þetta er bara, þú veist, þið sjáu það Þau eru að taka yfir leikinn hérna á Íslandi í uppunum Þannig að þið vitið það ef þið eru með einhverjar hugmyndir einhverjar pælingar varandi app snjallsíma-app, þá er Apparatus viðkomustaðurinn ætti að vera fyrsti viðkomustaður Sko, gæti líka verið seinni viðkomustaður, það er ekkert mál Nei, það er ekkert mál, taka alla vinnu áfram sko Það fer bara eftir í hvort þá setur sósu eða ost fyrst á pítsuna En þau eru jafn mikilvæg frumkvölum og ostur á pítsu Apparatus Þannig að hefur ég getið pítsu án ost? Nei, ég minni nú ekki Nei, þú myndir ekki gera app án Apparatus og þú myndir ekki borða pítsu án ost Þannig að þetta fer bara hönd í hönd Bita í bita Heyri það, þökkum Apparatus fyrir, ég vil líka koma inn á hafið Ertu með short og Ég er með longu short Þú er með longu short Long og Er short það eitthvað ég vil segja þú vilt byrja á það er kannski Það er kannski við að hæfi Nei, ég ætla náttúrulega að byrja á að mæla með að það er lúða í borðinu sem að lítur ekkert eðlilega vel út Þetta er eitt besti matfiskur sem við komst í Ég ætla rosalega skarkólakall Á tillitugum þá er samt sturla að fá sér lúðu og spurja þau bara uppskrift Ég tók lúðu tímabil hljóma kannski furðulega en þá var ég með í smálúðunni Varstu lúði líka? Varstu svona ég er lúði? Ég var að nota það í súpu Já, það er bara smálúðun í súpuna Geggjaður grunnur í súpu alveg takk sko Rétt Og ég var nú bara að heyra sögur hérna í morgun að hvað væri gott að setja gráluðu hausa í svona fiskisúpur Já, ég hef nú ekki prófað það Nei, en það er ekki selt Lúða, farið í borðið Farið í borðið Long og short, kottu með eitthvað hérna gott á mig Eitthvað short Nei, ég er með short Eitthvað long Eitthvað betta, eitthvað svona Bara, eitthvað þú veist Já, shortvikunar short er hérna Það eru norskir vinstrimenn Nei Því líka skitan, varstu búin að sjá þetta? Nei, bitur nú við hvað Heyrðu, 2022 Náttúrulega mestu snillíka sem þú finnur Vinstrimenn Heyrðu, þau ákveða að henda á hérna wealth tax auðlegða / eignarskatt Það sem vonir voru bundan við það að fá auka $146 million í vasan eða aukna skattekjur Eignarskatt, sem sagt Já, ég held þetta sé eignarskattur Þetta er 1,1% held ég af wealth Þetta er það sem við köllum hérna það er annað orðið yfir þetta Nú er alveg dottið úr mér
Ok, en þeir lögðu allan að, Já, það sem þau spáðu ekki í, þetta ultraríka lið það með 2 lappir og það getur fært peningan sinna á milli og hlaupið í burtu Þetta eru 54 miljardar dollara sem hafa fært sér til Sviss og annara landa Þannig að reiknings... Sem í rauninni ekkit ólöglegt Nei, ég meina þau fóru bara Það bara, þið þá bara rukki einhvern annan, við erum farin annað Áætla tap við að missa þessa 54 miljardar dollara er 594 milljónir dollara á þessum ársgrunnsvelli Þannig að í staðin fyrir að fá þessar auka 146 sem þau gerir ráð fyrir þá er netto tap upp á 448 milljónir dollara Já, en ég meina þetta núna það sem að samfylkingin talar Skattfylkingin talar fyrir, sko að horfa á eignir sem skattstofn Já, akkurat Þú veist Þannig að maður getur ekki beðið eftir að sjá sama gerast hér Eitt hérna, þetta eru 30 miljardamæningar að minnstakosti sem hafa yfirgefið Noreg síðan 2022 En veistu hvað sósíalistar og skattfylkingin eru góði að gera? Það er að byggja veggi, þannig að enginn komast út Þannig að núna er sko verið að implementa einhverju svona exit tax dæmi Jú, sem að er víst að íta undir það að ennþá fleiri er að keppast við að koma sér undan Svo náttúrulega trippulta niður, þau segja bara, heyrðu, við erum að missa skattana Ok, þú ert með tvísköttunar samning við eitthvað ríki, segjum Sviss, Noregur Þú borgar exit, en hvað, þarftu að borga líka skatt af hagnaðinum sem þú tekur aftur inn, eða? Já, ég er nú ekki alveg svo djúpur, en það sem þau eru að hugsa að gera þetta heitir svona exit, eitthvað að þau ætla að elta þig afturvirt Það er að segja, þú veist, ef þú ætlar að flytja núna 24 þá áttu samt að borga skatt aftur í tíman fyrir að hafa farið Það er umræðan, því að þau ráða ekkert við þetta, fólki bara fór En veistu hvað þetta mun enda? Á millistéttinni Fólkinu sem getur ekki bara hlaupið í burtu og þarf að taka á sig aukna skattbyrði En, við erum long Hvað? Orkuverð Já Það hækkar bara og hækkar Heimatilbúin orkuskorti Hvað er að gerast? Allir að rafmagnsbílum minni framleiðsla Já, en þú veist, við búum bara í lokuðu orkukerfi, skilurðu Já Maður eiginlega bara skilur ekki hvernig er ekki búið að hugsa þetta Framleiða meira? Já, þú getur spurt landverð að því Já, ég veit Hringdu í borðsíman Þau eru örugglega á fundi einhvers staðar í Brussel eða eitthvað Já, nýra á Alþingi að mótmæla En þú getur séð þetta núna á 2 markastorgum Örbjörg og svo markastorgunum 2 sem eru komin sem ég mun greina í komandi þætti En Heiðar Guðjóns spáði að þetta verið 50% hækkun á næstu 5 árum Þú veist, það er ekki Ef við ætlum ekki að fara að bregðast við og byrja að framleiða Þetta er, þú veist Þetta er auðvitað búið að vera að gera síðustu ár bara í Bretlandi og annar staðar, skilurðu Verð á gasi og náttúrulega spilar inn í það Og við erum náttúrulega með þessa endurnýtanlegu orku Við erum í lokuð orkukerfi, framleiðum okkar eigin, skilurðu Þannig að maður hefði haldið að við ættum að koma betur út úr þessu, sko Heldur en aðra þjóðir Bestu rökin fyrir að virkja ekki vind sem átti nú að vera svona umhverfisvænast af umhverfisvænustu var að þetta geti skemmt upplifun ferðamanna en það er núna uppbygging í gangi á Já, það er eitthvað verið að kæra þetta Og hvort finnst þér mikilvægur, Arnar, að þú borgir hærri rafmagnsreikning eða upplifun ferðamanna af Búrfellslundi Hvar eru hagsmunirnir? Eru það ekki upplifun ferðamannana sem öllu skiptir? Sem við viljum síðan banna frá Airbnb sem að við fælum á endanum sjálf burt bara með hækkuðu verði, skilur þú veist, ég held að það sé í grunninn alltaf það sem að fælir ferðamenn frá, það er verðlagið, skilur, og það er búið að vera að gera það og maður velti fyrir sér að byggja ekki upp þessa vindorku, mun það ekki bara koma inn í hvað er þetta að gera á tökkunum núna? Jú, nú er ég að djúsa þeim að mun það ekki bara á endanum skila sér í verð á hótelrekstri og öðru sem verður dýrara? Þú veist, og er þá ekki upplifun orðin verri? Jú, getur verið en upplifun það skiptir ekki Herðu, þökkum hafinu fyrir það Takk hérlega Þeir eru long og short Lúðan er í borðinu, tínið í ykkur og það styttist í síldina Sko, ég er með í dag ég er með tvískiptumfjöldun ég er með einhverja fréttir auðvitað var náttúrulega mest megnið af fréttunum svona frá því vorum þetta síðast sem kom í kjölfar vaxtalækkana flestir ef ekki allir bankar búin að bregðast við þar og þú veist, ég ætla ekki að fara í neinar einstaka fréttir en loksins sé fyrir endan á stanslausri hækkun á stýrivöxtum og nú standa stýrivextir í 9% og
menn að velta því fyrir sér, hvað verður í nóvember? Það sko fundur í nóvember og svo ekki fyrir í febrúar eftir það sko. Fólk, markaðurinn svona farin að tala eða svona, það sem maður hefur heyrt út undan sér, ég ætla nú ekki að kalla tengslanettið mitt markaðinn. Fóðu jólagjöf eða? Já, ég veit ekki, en þú veist, það hefur verið að tala kannski 50 púnta, 75 jáfnvel. En, þú veist, við sjáum til, eins og ég segi, ég ætla ekki nánrónin þetta, ég held að flesti séu nú búin að kynna sér þetta sem eru að hlusta í dag. Nú, svo ætla ég að vera með smá umfjöllun markasvirði íslenska félaga á markaði. Já. Því að það eru nefnilega margir sem áttar sig ekkert alveg á því, sko, þessu einfalda samspil á milli fjölda hluta og svo verðs á hlutabrifi. Rétt. Þannig að ég ætla að taka smá yfirferð á íslenska markaðin hvað þetta varðar á eftir. En sko, ég er með BizQuiz. Já. Með Teija. Þú ert með BizQuiz? Já, sjálfsögðu. Skemmtilegt. Ég er með update á mömmubloggara. Já, byttu nú við. Mommy bloggers are making a comeback. Já, Stanley. Þú varst ekki Stanley brúsana þarna? Stanley brúsin sló í gegn í februar. Það er update. Ok. Svo er ég með Asia Juice, Wealth Hack eða Wealth Crack, You Make the Call. Ok. Og frumkvöl vikunar. Já, þannig að ég er með fullt, sko. Það er stútfullur þáttu fram. Já, ég er með alveg fullt, sko. Alveg fullt. Við sjáum til, ég ætla mér sýnist ég kannski verða þá bara nokkuð kviku með fréttir, en það er nú auðvitað eitthvað sem það er að dreipa á. Það sem hefur náttúrulega fleira verið. Sorry. Getur byrjað að fara yfir eitt slúður. Ég var að heyra, svaraði hreinskilið, að Chess After Dark hafi verið tilnefnt sem eitt öflugasta vörumerki Íslands undir starfsmanna, 50 starfsmanna. Er þetta rétt? Já, það er hárrétt. Hver tilnefndi það? Sko, kemur það fram með það? Ég get ekki fullirt neitt, en ég get sagt þið það að ég satt valnefndarfund þarna á vegum Brand. Þetta lag af fundi. Bestu íslensku vörumerkin 2004 og á fundinum vissulega sitt ég með Birki sem er meðstofnandi og stjórnandi Chess After Dark á svona lausafjárleif og buyout Birkir eins og við kvöldum hann situr hann á fund. Buyback Birkir. Já, buyback Birkir, já. Situr hann á fundin, skilur, hann er bara með bjór á hvað er hann, á tenni eða Canary og situr þarna og svo erum við að fara yfir tilnæmningar og þá sé ég þannig Chess After Dark þetta á listanum og flott vörumerki. Já, gríðarlega gott vörumerki og ég svona fór að velta því fyrir mér hver mögulega hefði geta tilnæmt það. Ég get ekki svara neinu það við sátum þarna 15 á fundinum meðal annars var þarna Ari Fenger var þarna og The Fenger Family og fleiri góðir. The Fenger Family does not approve of this message. En þetta var stór góðu fundur og við komumst á góðu niðurstöðum. Það verður spennandi að sjá. Þetta verður allt í febrúar tilkynnt nánar. Já. Nú sko já, það sem náttúrulega gerist í vikunni auðvitað, við erum með stórfelldar hækkanir á hlutabréfamarkaði. Það er búið að vera allt mjög grænt og allt er vænt sem vel er grænt, sagði einhver. Nú vil ég taka fram, við erum að taka þetta upp á 5. mótni. Ég ber ekki ábyrgð á því ef allt fer í bál og brand á 5. eða 1. En og uppganga Oculus hefur verið mér ansi hugleikin undanfarið og ég var svona eiginlega að vonast til að þú myndir vera með einhverja umfjöllun þetta félag bráðum. Já, ég vil bara taka þátt. Ég held að Íslendingar, sko, margir hverjir og þar með talið ég bara svona átt að segja ekkert almennilega á hvað er í gangi þarna. Nei. Og það er, hvenær, þetta fer á markað hérna á Íslandi bara í apríl. Já, en það fer á sko markað í Bandaríkjunum. Já, erlendis fyrir árið síðan. Já. Og þetta er náttúrulega bara líftækni, þú veist, lyfjafyrirtæki í grunninn fyrir sem sérhafis í auglifjum. Sko, það er bara ein setning sem útskýrir þetta félag í grunninn. Hvort viltu fá sprautu í augað? Já, eða dropa. Já. Og þú getur, ef allir, þú veist, viltu rauða pillu eða bláa? Já, þetta er dálítið þannig, sko. Já. Og sko, Oculus fór í miðvikudaginn við lókmarkað upp í 2060 og í rauninni vikunni áður á 5. degi, hérna 3. okt var það í 1650 þannig að sko ávöxtunin á bréfunum er búin að vera 25% bara á einni viku. Já, sem er bara sem er vel auðvitað en ég hvet fólk til að kynna sér þetta fyrirtæki. Þetta er náttúrulega engin fjárfestingaráðgjöf sko, en hann kom fram hérna hvað heitir hann aftur? Kitty Balda? Já, nei, hérna Batti Kitta.
Nei, hvað heitir hann? Halldór. Já, Halldór. Já. Kemur fram hérna og gerir svona, já, einhverju svona greiningu á Oculus. Greinin heitir hérna augljóst tækifæri Oculus, Halldór Kristmannsson. Já. Og að tala þetta og talar að sko svona sambærileg fyrirtæki hafi verið seld fyrir talsvert hærra markaðsvirði heldur en Oculus á núna. Þannig að ég ætla ekki að reyfa þessa grein nánar en ég bara hvet fólk til að lesa þetta er áhugaður lesning. Já, ég vil segja sem minnst, ég að undirbúa þátt, við verðum með þátt Oculus. Við verðum með þátt Oculus, en það allavega verðmat búið að gefa út af ýmsum aðilum sko ytra og verðmatið eins og staðar í dag talsvert hærra en það á markaði sko. Þannig að fylgjast með því. Við erum bett á leyfi, það liggur smá undir leyfunum. Einmitt, herðu, sko, ég vil koma inn á dálítið sem svona farið í taugarnar á mér með þetta stjórnarsamstarf. Já. Við erum náttúrulega ekki pólitísk. Mér finnst þetta fín stjórn. Ég sé ekki hvað Við erum ekki pólitísku þáttur. Við gerum ekki neitt. Við erum svona við reynum sem minnst að fjalla einhverja pólitík en það vill oft detta inn þegar peninga upphæðir í spilinu. Já, eða heimski vinstrimenn, eitthvað að skýta á sig. Og nú hefur sko Jóhann Páll, þingmaður Samfylkingarinnar, vakið máls á að ég vil meina hinu augljósa að ríkisstjórnin ætlar að hanga út kjörtímabilið og maður velti því fyrir sér af hverju, þú veist, og þá talar Jóhann að þau séu að tóra þarna bara vegna þessa umtalaða styrks. Já. Sem að hefur verið dálítið í umræðinni og flokkarnir, náttúrulega VFG og XD og fleiri framsókn vísa þessum ummælum bara til föðurhúsana og auðvitað gera þau það. Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, hún skaut förstum skotum tilbaka og sagði heimsmynd Jóhanns Páls dökka og hryllilega. Já. Sem kannski hægt að taka undir það, ég veit það ekki en þú veist, það bara orðið svo augljóst leikrit í kringum þetta. Þau náttúrulega þverneita bara neinir, auðvitað erum við ekkert að bíða eftir þessu fjármagni til að reyfa þetta fjármagn þennan já, hvað kallum við þetta, styrk fjárframlög til flokkana, þá ríkisniðurgreiðslu. Já, þá staðan svo að nei, það ekki rétt. Sjálfstæðisflokkurinn, ef þeir hanga út kjörtímabilið, fá þeir 158 milljónir en samkvæmt nýjum mælingum myndu þau ekki fá nema 87% ef að samstæðinu eru slitið í dag. Þannig að þarna eru alveg sko einhverjar 80 milljónir undir í spilinu. Já, bara starfsmenn á fullum launum. Þau eru með 14% fylgi samkvæmt nýjustu könnunum. VFG hefði fengið, eða myndi fá 87 ef þau hanga út kjörtímabilið en fengi ekki nema 25 ef þau myndu slíta samstæður í dag. Þau eru með 3,5-4% fylgi cirka. Þannig að eiginlega snjallast sem sjálfstæðismenn getur gert, eða hefur kjark, væri að slíta núna. Já. Þannig að það væri búið að kjósa fyrir þennan styrk. Þannig að VFG myndi endanlega þurrkast út. Já, ég held að VFG myndi endanlega gera það, sko. En þá spurning, er það 80 miljón krónar virði? Já, þau verða af 80 miljónum. Já. Svo þetta náttúrulega bara XD, náttúrulega dálítið sterkir í styrkjónum, held ég. Já. Svona með aðra flokka, ég veit það ekki. Þá ég veist styrki frá einstaklingum og fyrirtækjum. Já, þetta náttúrulega bara stærsti flokkurinn upp á þetta. Já, ég reyndi að kynna mér þetta, ég fann ekki ársending VFG og ég ætlaði að vera með einhverja tölfræði þetta, sko, en já, hvað þau reyða sig á almenning frá almenning og fyrirtækjum, já. En sko framsókn til að klára þetta fengju 115 ef þau hanga út samstarfið, en fengi ekki nema 37 með að núverandi fylgi 6%. Og annað náttúrulega til að afsanna þessa kenningu er að þau kúpli bara í gegn frumvarpinu að lækka þessa fjárhæðir ASAP. Það hefur nú verið talað um það. Já, og sko ekki afnum þetta, notabene. Nei, þau vilja lækka. Já, framlög til stjórnmálaflokka árið 2024 voru 692,2 milljónir. Og eins og þú segir, blessunlega, þetta hefur verið að lækka. Þetta á að vera 622 milljónir árið 2025, skils mér. Það komið inn í fjárlög. Þú sagði sann, sko, þú þarft 2,5% kjósenda til að komast í þetta eins og hann að sósíalistaflokkurinn. Hugsaður ef við myndum bara stofna pingjubandalagið, fá kannski 3 pott með okkur. Því að við erum með 1% hlustun, svona 300 og, segjum 1% hlustun. Já, þetta svona, 1%. Meðal þjóðarinnar, ekki að það segja að allir myndu kjósa okkur hins vegar. Fá kannski 3 pott með okkur, svo erum við bara að splitta 100 milljónum í 4 ár. Þetta er alveg fínt business. Já, væri það. Ég meina,
Myndi maður ekki alveg samþykkja þetta? Jú, FN95 blöð. Þið tilbúin til að ganga til liðs við pingjubandalagið, svo splittum við skiptið til jafs. Nei, en sko, blessunlega þessi vitleysa að ná hámarkið þarna 2019, þá voru 744 milljónir. Já. Þetta ekki bara... og þetta náttúrulega algjör þvættingur, og þú veist, en maður veldi því samt fyrir sér, þú veist, einhvern veginn þurfa þessi flokkar að starfa. Já. Og fram að árinu, sko, ég ekki alveg klár hvenar þessi framlög byrjuðu, en mér skilst að þessi ríkisframlög hafi ekki verið frá öðru við alda, sko. Þetta var einhvern tíma þannig að flokkarnir reiddu sig á styrki frá bæði almenning og fyrirtækjum. Og það spurning hvernig þetta ef þetta afnumið, skilur, hvernig þá verður þetta bara aftur stjórnmálaafl, það sem að þú varst með grasrót og fólk sem að vinna fyrir málefnum í staðan fyrir að þurfa að greiða þeim til þess að hafa einhverja hugsjón. Þannig að ég held að það færi ekkert á hausinn eða samfélagi færi ekkert á hliðina þótt að þau fengi ekki pening frá ríkinu til að starfa. Nei, mjög ólíklega, sko. Þetta bara bull. Herðu! En það eru nú fleiri fréttir, sko, ég nú með sko, ég var nú með eina frétt svona örstutt að dreipa á. Sko, ég svona, að einhverju leiti ég pró aðkoma ríkis í einhvers konar menningaruppbyggingu í listum og öðru. Ég veit að þú ert það ekki. En eins og staðan í dag, nú sá ég frétt að Bíóparadís sé að óska aftur eftir 15 milljón króna ríkisstyrk. 50, sagði ég 15? Þú sagði 15. Já, 50 miljón, já. Og sko, núna ætla ég að segja stopp. Við eiginlega hljótum að þurfa að forgangsraða hér. Sko, Bíóparadís, þetta svona ákveðið menningar fyrirbæri, sýnir myndir sem eru almennt ekki sérstaklega vinsælar, svona mainstream. Já. Og þú veist, ég held að það sé hægt að finna talsveit betri farveg fyrir þessa 50 milljónir heldur en að uppfæra Bíóparadís. Ég ætla bara að segja alveg eins og er. Og en eins og ég segi, þú veist, ég hef að einhver leiti trú á því, og það kom nú einhver frétt daginn. Ég veit, sko, ég ætla ekki að fakta neitt, en það var að tala að hver króna sem væri sett í listir skilaði sér í 3 krónum tilbaka. Já. Og þá fóru nú einhverjir á X-inu á stjá. Þetta örugglega heimskasta skýrsla sem hefur verið birt. Af hverju við lögðum ekki bara öll fjárlögin í þetta og hyrða endalaussan arð bara tilbaka. En og þau glemdu mér að telja til hversu mikið að þið svart, sko. Já, ég ætla ekki að þannig að þetta var vanmetið framlag, sko. Ég ætla ekki að reyfa þessa skýrslunni frekar, sko. Ég ætla ekki að henda listamönnum fyrir rútuna, sko, en það hefði alveg mátt adressa það hversu mikið að málverkum, tónleikum og öðru borgað með peningum en ekki gefið upp, þannig að þetta allavega, ég vil leggja það til að þessar 50 milljónir fara einhvern annað. Þetta nú bara eins og hvert annað bíóhús í rauninni. Svo líka verið að skeita saman hugbúnaðargerð, kvikmyndum, fjölmiðlun. Þannig að, þú veist, skiptir ekki máli. Þetta ég tekið það fyrir sinna. Allt ekki trúblaði. En þú veist, ég bara vildi svona vekja máls á þessu. Þú vilt segast að þetta hobby að reka þetta bíóhús þannig að Hverfisgötu, það sé bara orðið og dýrt. Nei, ég bara sé ekki okkur þau að lúta öðrum lögumálum heldur en Sambíó. Laugarásbíó, þú veist. Rétt. Þú veist. Þú verður í pallborði á Jómfrúnni klukkan 12 á morgun og rökraði þetta við þá sem það vilja. Já, en sko, nú, það var Ítalía var lokuð á Frakkastíg eftir mótmæli Eflingar. Já. Þau bara neita að láta staðinn í friði. Hefurðu fylgst eitthvað með þessu náið? Nei. Ekkert þannig, sko. Nema bara, ég hef ekki komið inn á Ítalíu síðan 2015. Maturinn hefur bara ekkert verið góður í mörg ár, sko. Það hefur farið svona tvennum sögum þetta, sko. Eigandinn talar að allt hafi verið gert upp á meðan að Efling segist hafa gögn sem að stað hafi verið að það sé ekki búið að gera upp við einhverja, sko. Og nú varst þú í rekstri á 8. Hvað besta leiðin til að komast hjá því að greiða laun og svona? Þetta eitthvað rugglar. Hvernig fóruð þið að þessu? Það er mestu mistök sem ég hef gert í rekstri var að vera með, við vorum held ég 11 manns á launaskrá.
þegar hæstlék. Ég held að Ítalía sé að hugsa það saman þú. Já, en ég vil taka það fram að það voru öll laun greidd og félaginu skilað eiginlega bara á núlli, eins og ég hef nú örgulega talað var gott hérna. Þú laðir inn. Já. Þú laðir inn. Þetta var inn í reynslubankan. Já. En ég veit ekki, mér finnst þetta svona, þú veist, mér finnst þetta svona fullangt gengið einhvern veginn hjá Eflingu að bara þau eru bókstaflega að nota starfskraft í þetta að mótmæla. Þetta eru atvinnu mótmælendur í raun. Það má segja það, sko. Money for hire. Já, en þú veist, ég veit ekki, væri þeim ekki betur borgið að actually reyna að ná einhverjum sáttum þetta mál, bara frekar, heldur hún að standa þarna og þú veist, nú er búið að loka staðnum sem kemur væntanlega núverandi starfsfólki illa og já, ég skal ekki segja. Það er náttúrulega starfsfólk Ítalíu kom inn á skrifstofu Eflingar og báði að láta af þessum mótmælum, sko. Er það? Já, var það þannig? Voru ekki fyrir alla? Ég er bara sorry. Mér skilst að Efling sé með gögnundur höndum frá einhverjum fyrrum starfsmönnum sem eiga ennþá eftir að fá greitt. Ég er bara að virðingu. Og svo skuldaði skattinum líka samkvæmt þessum gögnum. Alla sem að Efling sagði upp þarna, alltaf er Efling, og segir bara Eflingar ígildi, hópuppsögnina. Ég bara þoli ekki meir. Fyrir það allt það fólk sem var bara látið fara á einu bretti. Ég umber ekki þessu umfjöllun einhver. Nei, en allavega þau eru hress, þannig að Eflingu, það er nokkuð ljóst. Sko, ég vildi taka þitt fólk hjá Hindenburg Research. Já, segur. Varstu búin að kanna þetta eitthvað nánar? Með Roblox? Já. Sko, ekki í dýftina á því ég sá að viðskiptablaðið var bara, þau eru örugglega farin að fylgja þeim, sko. Þau voru bara... Þau fengu þetta í æð bara nákvæmlega sama tíma og ég, sko. Það var bara eins og að vera að dæli okkur adrenalíni bara hlið við hlið, sko. Og til að svona, fyrir þá hlustundur sem ekki muna, þá er Hindenburg Research bara fyrirtæki sem sérhæfir sig í að gefa út skýrslur á fyrirtæki sem þau eru að skortselja. Sem þau eru að fara að skortselja. Og það gefur auga leiða að þegar þú ert að fara að taka skortstöðu að þá er skýrslan neikvæð. Já, og þetta er yfirleitt látið svona vera með mjög neikvæðan hljómgrunn hjá fólki, þú veist, það má bara hlutabréfa vera með að bara hækka, en ef þau eru að lækka og hratt, þá er oft sett einhver frysting og fleira, en þetta er í rauninni bara mjög þarft framtak fyrir markaði til þess að bösta svindlara og bara svona financial shenanigans. Þannig að ég sé ekkert nema gott við þetta, því að það hefur ennþá ekki komið á daginn að þeir séu með eitthvað svona glæpsamlegt í huga, þú veist, þetta eru bara skýrslur, það eru öll gögn sett fram, heimildir, fleira. Eitt með þetta sem að ég tók eftir bara svona í ofanlag, því að þarna átti að hafa verið að, hvað segir maður, infleita bara sagt að hafi fleiri notendur verið heldur en efnistönd til og blá blá blá. Eina sem ég sá að þau lenti því að leið og þau setja myndbandi á YouTube, þá var það tekið niður, sko. Hindenburg? Já, það er sem sko að taka niður skýrsluna á YouTube. Já, ok. Sem er, vitum við það? Já, þau voru með kenningu að tengdist eitthvað hluthöfum og öðru. Það væri verið að verja þarna Roblox. Já, ég velti fyrir mér, sko, þessi Nathan Anderson, stofnandi Hindenburg, hvort að hann sé ekki bara með lífverði. Já, hlýtur að vera. Já, þú veist, þetta er engin eðlilega öfl sem hann á við að etja, sko, oft á tíðum. En fyrir auðvitað regluverki, það hefur systematískt undanfari ár verið að beita SEC og fleirum til þess að bara reyna að stoppa það af, sko. Já. En þetta Roblox er náttúrulega talsvert svona, þetta gengur, sko, hér er talað að þeir séu að tala, sko, Hindenburg er að setja fram gögn að Roblox sé ekki að verja börn frá barnanýðingum. Já. Og þetta er náttúrulega mikið hittamál, sko. Og skýrslan er byggð mikið til á viðtölum við þess að fyrir starfsmenn. Já. Þannig að þetta er svona, já, með alvarlegri málum, sennilega, en það verður áhvert að sjá hvernig þessu framvindur. Ég vildi bara svona minnast á þetta, Hindenburg, þau eru í fullu fjöri að þér verðist. Nú, ég ætla nú eiginlega bara svona hleypa þér að núna. Og það taka spá update á mömmubloggara. Já, viljum við ekki benda fólki samt á jómfrúna áður, er jómfrúin, það er nú alveg fyrir mömmurnar. Ég verði í hádeginu á morgun á jómfrúni og ég ætla að mæta með svona tösku. Það með allir koma að tala við mig og þið þurfum bara að finna töskuna. Já, þú ætlar að geta að fleita einhverjum kertum með eitthvað svona í... Nei, bara taskan og... Já, bara taskan á jómfrúni í hádeginu, þið getið hitt idda, já, þess að þá í dag í rauninni, þegar þessi þáttu kemur út. En við viljum að sjálfsögðu hvetja fólk til að fjölmenna á jómfrúna yfir jólin. Tækifæri sem ég sá í því að fara á jómfrúnu núna er bara svona aðeins að jartengja mig fyrir
máltíðina, bara fá matseðilinn sem allt árið, bara svona segja takk og bless fyrir árið, fara í ribbaði brauð, livrina, snitsel, svo þetta bara farið með jólaselinum, þá bara 9 tímar. Já, það bara 9 tímar þarna í 2 mánuði, en svo eru þetta nýjársfögnuður mikilvægur að fara með vinahópnum í janúar, það er nólust í janúar. Það ennþá eftir að bóka það. Já, þannig að tjekkja á því og komið upp nýrri hefð í vinahópnum. Já, þetta svona til að segja bara takk og bless, þessi seðill og nú fyrir að styttast í jólaseðill. Ókvæðlega, þökkum jómfrúnni fyrir. En tökum smá update á mömmubloggara og mömmubloggara eru bara eitt, það er cash. Mömmubloggar elska ekkert annað en cash, það er engin í þessu frítt þau eru bara, við erum auðlýsavörur og við viljum cash. Affiliate links og allir bakinn. Og sko, það sem að sagan segir hérna með þessa tösku sem ég ætla að tala hér í dag, þú getur googlað hana, Bogbag B-O-G bag. Já, 2G bag og sem sagt þessi hefur svona verið lýst eins og krokkskór hafi verið breytt í handtösku. Nei, anskot. Já, litríkt og ljótt en staðan í dag er sem sagt að það er svolítið verið að líka þessu við Stanley brúsana sem eru gjörsamlega búin að taka yfir. Þeir svipa efni, svona matt gúmmi einhvern veginn svona. Já, eins og kroksarnir og en það er þessi lífsega uppskrift sem á við þarna sem er sem sagt mömmubloggarar pluss TikTok pluss smá svona online geðveiki. Já. Og þú getur eiginlega selt það sem þið sýnist sko. Þessi Bogbag var fundin upp árið 2009 af Kim Vaquerella sem ég veit ekki einu sinni hvort ég kallaði kona en var leigumiðlari á fasteignum og ég skrifa henni bara að hún var með sama vandamálu við. Hvað er það? Fasteignasali, hvað sagður? Hún var bara leigumiðlari. Já, leigumiðlari, já, real estate og hvað? Verðið þú hátt? Já, 2009, nei, hún fann ekki þessa svona rúmi léttu tösku sem var auðvöld að þrýfa. Við þekkjum það alveg. Jú, ég kannast þetta. Erfitt að þrýfa töskur. Þannig að, árið 2009, kjölfar efnahagshrunsins, hún ákveður að nota allan sparnað fjölskyldunar sem voru $30,000 á þeim tíma og framleiðir þessa tösku eða fer að stað að gera prototípur og annað sem verður svo tilbúin árið 2012. Taskan kostar á bilinu $80 til $100. Já. Og salan var bara svona fram til ásins 2019. Stöðugur vöxtur. Hýtur að vera ágætis margin á því. Núna á 5 árum, eftir þetta byrjar að springa út á TikTok og vist bara í veldisvexti núna, as we speak, er að hún búin að fara úr því að vera að selja fyrir $4 milljón 2019 í $100 milljón 2024. Og það sér enga veginn fyrir endan á sig. Þannig að maður svona eiginlega spyr sig. Það er bara 25x á 5 árum. Já. Hvað fyrir Bogbag? Shit. Þetta er svakalegt. Það eru margir að spyrja sig hvað ég að gefa frúnni í jólagjöf og svona. Tökum bara B2, Bogbag. Keyptu bara Bogbag. Hvað ert þú að fá allar þessar upplýsingar? Er þetta frúin sem er að dæla síðan? Nei, ég liggi við mömmubloggurum sko. Ég er bara yfir mömmubloggurum eins og þú ert á YouPorn sko. Þetta er bara daglegur rúndur sko. Þú ert inn á öllum bumbu Facebook síðanum. Af hverju Júni bumbur að tengja mömmubloggara við bumbur? Er það ekki bara, gefur það ekki auga leið? Bumba, þú ert að vera móðir. Já, þú ætti við að þannig. Já, ég held að vera að minna eitthvað obesity tengt sko. Nei. Eitthvað svona bumbudagar. Nei. En nei, heyrðu, Bogbag fylgist með þessu. Þetta er skemmtilegt. Og ég tók eftir í sjálfur þegar við vorum að tala Stanley í februar. Það er svona 0,9% 0,9 hverjum einum. A.k.a. 90% líkur að kona í dag sem er svona Stanley. Já, brúsa. Eða replikuna íslensku, sem ég man ekki hvað heitir. Ég er samt ekkert farin að taka eftir þessu sko. Ég sé þetta alls þar. Stanley Cup, maður sjá þetta sinna. Já, þetta er náttúrulega ekki. Nei, þetta er annað sem sló í gegn heitir þetta, þetta heitir Bink. Einmitt. Stanley, þetta er nú flottir. Það er nú ekki að taka það þeim sko. En skemmtilegt. Ég þakka fyrir þetta innlegg. Bogbag, það heitast það í dag. Bogbag. Á ég að fara strax í eitt Wealth Hack eða Wealth Crack? You make the call. Má ég velja? Já. Wealth Hack eða Wealth Crack? Nei, þú átt síðan að velja sko. Já. Þú ert búin að heyra þetta. Ok, þetta er eitthvað sem gæti komið til Íslands. Nota bene. Staðan er þannig, Costco er vist að selja, allegedly, engin sprettan á þetta. Gullstangir fyrir $200 milljón á mánuði. Undanfari ár. Já, við hefum nú eitthvað komið inn á þetta.
Þetta eru það byrja 80.000 únsur. Við minnum að Amarok sé að estimate að þeir séu með 320.000 upp í 2 milljónir únsa í sinni námu. Hvenær, sorry, ég gríp fram í, úr einu í annað. Vitum við hvenær það annonsað, hvenær það komið í ljós með Amarok? Sko, menn eru örugglega bara að bíða núna eftir að eldur sé bara með eina rellu og sjampó að sleikja fyrstu gullstöng á Grænlandi, sko. Það er bara... Það er alltaf frétt sem ég ætlaði að koma inn á. Hann keypti náttúrulega núna bara í vikunni og sem var til Production átt að byrja í október. Menn eru bara, hvenær fæ ég mynd af honum með rellu og sjampó að sleikja gull. Menn eru að bíða eftir því. Bara til að sanna það að það er komið. En á sama tíma... Sorry. Hann var að stækka hlut sinn í Amarok bara svo það komið fram. Bara svo ég klári þessa frétt núna sko fyrir 1,2 miljard króna. Þannig að þú veist, gæti verið indikator á eitthvað spennandi þarna. Sko, á sama tíma, bara til að setja í samhengi, þá er ríkisstjórn Kína að kaupa fyrir $400 million í mars. One-off purchase. Á meina að talaði að þetta er bara average $200 million í Costco á mánuði. Ok, takk eins og þið takk bara farið eitthvað og finnið betri upplýsingar. Sko, þannig að samanlagur kaupmáttur neytendar Costco er á við helmingaríkisstjórn annars staðista Sko, wealth hack or wealth crack. Netbankakúrgin í Bandaríkjunum sér tækifæri þarna. Hvað með að sækja sér nokkra punkta á kreditkortið og fara að kaupa gullstangi? Því að þetta er ekki ódýrt. Nei. Og, heyrðu, getur þú deilt með mér hérna $200 million í 80.000 únsur bara til að vita hvað svona average purchase í þessu væri? Maður sjá, hvað sagður, $200 million? Já, 80.000 únsur. Á er únsan á 2.500? $2.500. Er það ekki bara svona cirka, þú veist, hvað er gullverðið í dag? 2005, 6, 7? Já, þannig að þú hækka náttúrulega brjálæðislega undanfarið. Þannig að þú kannski kaupa eina únsu af gulli á 2.500. Já, í dag 2.600. Wealth hackið hjá snillíkunum úti er að henda þess á kreditkorti til að fá punkta. Já, og selja það svo beint aftur. Nei, þar kemur wealth crackið, þar sem að hackið krakkar. Það átta sig ekki á því að það er aðeins erfiðar að selja gullstangir at market, in person, heldur en að kaupa á Costco. Þeir eru náttúrulega að selja physical stangir. Já, og þetta er held ég eina varan bara í heiminum sem Costco neitar að endurgreiða eða kaupa aftur. Þeir kaupa ekki gull af markanum. Gullbúllur í Bandaríkjunum eru síðan yfirleitt að kaupa á spretti, það er að segja kannski 5-10% lægra verði heldur en heimsmarkaðsverði. Þannig að það er svona... Er þetta wealth hack að fá punktar? Þú ert svona kreditkortakall. Já, þú veist, þetta er náttúrulega ákveðið hack að kaupa, sko, þú veist, í fyrsta lagi þá þekkjum við þetta innan bara þingheims hérna á Íslandi. Að fólk kaupir útlægan kostnað á sitt persónulega kreditkort, þú veist, utanlandsferðina sínar og fær svo endurgreiðslu frá ríkinu. Þetta er náttúrulega á gráu svæði en þetta er það sem þingmenn hafa gert. Bjarni leifir þetta, Sigur Ingi leifir þetta. Já, ég minna Vafki stundar þetta. Skatturinn virðist hafa hort fram í þessu allavega. Þetta er ekki hlunnindi. Hvað segirðu? Þetta er ekki hlunnindi, segir skatturinn. Nei, þú veist. Er þetta hlunnindi? Sko, auðvitað er þetta persónulegur ágóði fyrir þingmenn að taka útlægan kostnað í svona. Ég veit ekki hver staðan stendur á þessu núna. Það var eitthvað tekið á þessu. Minni mig, ég ætla ekki að fara nánar út í þetta. Ég skal lofa þér einu. Það hefur ekkert verið gert. Það er öllum skít sama. Það er engin, ef þú ert með persónulegt kreditkort og segjum bara að þú kaupir inn á, nú veit ég ekki hvernig nákvæmlega punktatalningi fer fram. Hvort að það sé eitthvað flagga við að þú ert að kaupa, eða þú ert að fjárfesta. Hvort að, en ég held að, þú veist, segjum þú hækkir heimildina þína bara upp í 1 milljón. Og þú kaupir bara í gegnum Interactive Brokers eða í Toro, bara leggur inn. Tekur það síðan út, tilbaka. Fattar þú? Hvort að þú fáir punkta fyrir útfærsluna. Eða hvort það sé dregið tilbaka, hérna, þegar þú selur, eða bara leggur inn tilbaka. Í Toro, er það eitthvað til að kaupa nautakjöt á netinu? Nei, í Toro er fjárfest, eða svona síðan þess að þú getur keypt bara alls konar, getur meðal annars keypt gull þar. Þannig að hérna, ég skil hvort bara, ég veit það ekki. Ég bara veit ekki hvernig þessi talning fer fram nákvæmlega. Þetta er kannski eitthvað sem að væri vert að kynna sér, sko. Og þú veist, því að það er enginn að fara að geta bannað þetta. Þetta er bara, þú ert bara inn- og útflæði og hérna, og þú heyrðir punkta. Inn- og útflæði maður. Ertu komin í einhver svona pappagrúpu við það? Nei, á ég að gera það? Þú veist, mömmurnar fara alltaf strax í bara... Frúin er í janúarbumbum, sko. Já, janúarbumbur og eitthvað. Þú er að búa til einhver svona... Já, þurfum að skoða þetta. The Millionaire bumban. Já.
Taldu Millionaires tekið upp starfsmann mælikvarði sem að ég vil veina að við höfum kannski ekki komið ánum kortið en við fórum með vasaljósi ég myndi segja við höfum ekki búið hann til en við höfum komið ánum á kortið vissulega. Já, við mættum með vasaljós út í hotn og lýstum hann upp. Gerðum það í öllum afsendingaþáttum í svona 150 þáttum og gerum enn. Ég var að sjá hérna samantekt fyrir hæstu tekjur per starfsmann í Bandaríkjunum og það er verið að tala um tech fyrirtæki og ég ætlaði bara að spyrja þig viltu giska hvaða tech fyrirtæki í Bandaríkjunum er með hæstu tekjur per starfsmann og þetta eru $30 million $952.381 á starfsmann. Já, þetta eru 42 starfsmenn. Vorum við ekki að fara yfir þetta daginn? Þetta eru 42 starfsmenn. Veltan er hérna sem er 1,3 B cirka. Er þetta fyrirtæki sem ég á að þekkja? Þú ert mjög þungur þarna. Já, vorum við ekki að tala um þetta daginn? Nvidia? Nei, þeir eru ekki á þessum lista. Nei, þeir voru með hæstu laun, var það ekki? Jú, þeir eru með, já, þú veist per starfsmann. Já, launakjör og ég skal ekki segja þú ert svona áskriftakall. Hvað ertu með flestar áskriftir í dag? Hættu þessu. Ok, fyrirtæki sem þú ert að tala um fyrirtæki sem þú ert að tala um með Pornhub. Nei, ok. OnlyFans. Ertu þar líka? Þetta er OnlyFans. Það er OnlyFans, ok. 42 starfsmenn. Ég ætla bara að taka það fram, ég hef áskrift að hvorugu. En það er ekki nema 42 starfsmenn. Hendinni. Ég verð ekki með þetta. Herðu, 1,3 milljarður, 42 starfsmenn. Og það er búið að vera alls konar svona sögur. Það kemur á óvart. Eitthvað creators hjá OnlyFans séu herra borguð heldur en NBA leikmenn. Þú veist, mjög skrítin samanburður. Það orðið hálf brengla hagkerfi auðvitað. Þú veist, ég ætla ekki að fara talandi rós með það. Nei, næsta félag á listanum Craigslist. 13,8 á 50 starfsmenn. Craigslist er bara eins og bland sko. Já. Og hérna kemur eiginlega óvart þar á eftir Netflix 3. sæti og hérna eru við sko, þetta eru algjörir outlier OnlyFans og Craigslist því að þú veist 42 og 50 starfsmenn er eitthvað phenomenon business model á að velta svona á þessum fjölda. Netflix með 13.000 starfsmenn. Hvað er EBITDA margin bara hjá OnlyFans? Ertu með það eða? Þú veist, hún er örugglega 80-90% sko, því að það er búið að vera að gera grína því að gaurinn sem fjárfesti í OnlyFans 2018 eða 19 hann einhver dúti sem gerir þetta því sem þetta er í dag hann er sko held ég búin að borga sér meira í arð heldur en hefur verið hérna ég þarf að vera með þetta á hreinu, það var eitthvað með það var að gera grína fjárfestingum í gervigreind sko, hann væri svoleiðis búin að outsmoka alla aðra fjárfestingakosti síðastliðin 5 ár en ég er ekki með EBITDA margin eða neitt sko. En sko það er hérna þeir taka 20% þóknun síðan. Já. Af þess að creatorin fær 80 og þeir 20 og það er tekið strömmurinn. Já. Og það kemur þér rosalega óvart að heyra þessu tölum 20%. Ég vissi það. Ég heyri það. Þú kemur alveg að fjöllum. Þannig að þú ert í rauninni að Nei, þetta var bara svona ég finn ekkert EBITDA marginuna hjá þeim sko. En þeir allavega voru með $300 million reynt profit hérna. Já, þetta er fyrir sko 3 árum síðan. Sko, ég er að segja það, þetta er bara eins og leynilögin. Ég var að finna hérna, þau eru með 40% EBIT margin, 50% free cash flow og hérna gæinn var að borga sér, hvað var hann að borga? $500 milljónir á ári held ég í Hvernig er eignarhaldið á þessu? Það er einhver hérna spiltu dúti. Tökum OnlyFans setna. Hann heitir hérna það verður góð fyrirsögn að þætti. Já. Hann verður vinsæll sá sko. Hann heitir hérna Leonid Radvinsky. Hann er eitthvað tæpur sko. En hann sá tækifæri þarna í þessari 8 kynslóð strákum eins og þér sem bara sjá tækifæri í 1 til 2 áskrift á mánuði. Hvenær fara þeir á markað? Þeir eru náttúrulega private sko. Já, ég meina hann fer aldrei á markað með þetta staðan sko. Nei, það er punktur. Þú veist bara hvernig er verðlagningin á þessu sko. Þetta er eitthvað sas á styrum sko. Það er bara, þú veist, við erum ekki að tala um eitthvað 17x EBITDA sko. Við erum að tala um bara guð maður vita hvað, ég veit ekki. Herðu, sko í boði Símans Pay
og Teygja ætla ég að vera með smá umfjöllun um markaðsvirði fyrirtækja. Við náttúrulega þekkjum Teygja orðið gríðarlega vel. Það eru flestir komnir yfir í þetta í prísundina hjá Teygja. Það er bara fast gjald. Það er ekkert verið að fela neitt. Ég var með BS-quiz í búið Teygja. Já, ætlar að vera með það í búið Teygja. Já, ég var bara að spá hvort þið þyrftum ekki að senka því bara fram í næsta þátt, sko. Jú, það er kannski alltaf líka. Við skulum sjá til, en þú veist, ég skal allan að bara taka þetta núna, skilur, með Teygja. Það er bara íslensk þjónusta. Það eru allir hrikalega glaðir hjá Teygja. Þetta er vingjarlegt umhverfi, myndi ég segja. Hárrétt, ég gerir BS-quiz með símanum. Já, þú gerir BS-quiz með símanum. Þannig að, mín umfjöllun verð þá í búið Teygja og ég vil hvetja fólk til að fara inn á teygja.is, kynna sér málið, eða út með netverslun á þetta eina djóðsvitið og þú ert ekki að fara að fá einhvern leiðilegan bakreikning. Nei. Skulum bara, þú veist, það er bara mín söluræða fyrir Teygja. Fastverð, greitt næsta dag. Já, og svo er það þetta líka. Þannig að við þökkum Teygja fyrir. Nú, Yngvi, þessi markaðsvirði fyrirtækja pæling mín spratt upp frá ágætri grúppu sem heitir Fjármálatips. Ekki fentimannskvarðanum? Nei, það er reyndar fínast í kvarði reyndar. Galinn kvarði, myndi einhver segja, en flottu kvarði. Það er einhver sem veit ekki sínu viti. Já. En ég var inn á Fjármálatips og þar sá ég einhvern ágætan aðalega sem kom ekki undir nafni, eins og oft vill vera inn á þessu Facebook-grúpum, vera að tjá sig Icelandair og tala sko að núna væri þeir að hefja vegferð aftur á leiðinu upp í 40 krónur á hlut. Já. Okay. Það er núna við lokmarka á miðvikudag stóð Icelandair í 1,21 held ég. Og þarna er einhver ágætur aðili sem að vill meina það að þeir eigi inni 33 hækkun. Já. Og þarna áttaði með því bara það eru rosalega margir í þeirri stöðu að horfa bara á sögulegt graf en átta sig enga veginn á hvað er búið að gerast á tímalínunni. Já, það veit nákvæmlega hvað vorst að fara með þetta. Það sem vill náttúrulega gerast er það að félög fari í hlutafjáraukningu og annað. Það eru búinir til hlutir þannig séð upp úr engu en þú veist, þeir eru búinir til og með kannski, þú veist, og markaður metu það auðvitað bara hvort að fyrirtæki verði til lækkunar eða hækkunar út frá því. Þetta er ekki bara slæmt, sko, en þú veist, oft vilja fyrirtæki þynnast í svona hlutafjáraukningu, verð per hlut. Og, sko, gengi Iceland, það er vissulega rétt hjá þessum ágætamanni að gengi Icelandair stóð hæst þarna, eða manni eða konu, ég veit ekki. 2016, sýnist mér, stóð í kringum 40 og... Já, það er gott, ef hún mátti líka opna út, sko, bara, það er orðið frekar heitt hérna í stúdíónu, það er farið að hitna í þessu. En Ég var reynda að fundi það með þig, alltaf þegar ég ræði OnlyFans, þá er bara móða komin í gluggan hjá þér. Það er þess að segja, sko, ef einhver er að spyrja þessu, þá eru örugglega fleiri að núti sem átta sig enga veginn á því hvernig, átta sig á því bara, bara þetta samspil á milli verðhlutar og svo markaðsvirði fyrirtækis. Og ef við myndum bara setja þetta með Icelandair í samhengi, ef það fær upp í 40 núna. Sem er bara mjög líklegt að gera. Nei, það er eiginlega bara enga líkur. Þá er því markaðsverð Icelandair 666 miljardar króna, eða 1,66 biljón. Já. Og það er rauninni þrefalt virði Alvotech í dag og meir en helmingur af virði íslenska hlutabréfamarkaðsins, sem sagt yfir 50%. Þeir eru náttúrulega leiðin yfir í Airbus, það gæti verið inni þarna einhverja 1000 miljardar. Það sem náttúrulega hefur gerst auðvitað í millitíðina, Icelandair hefur farið í hlutafjáraukningu, þú veist, fóru náttúrulega í fræga hlutafjáraukningu þannig 2020, þar sem að verðið var bara boðið út á 1 krónu per hlut. Þannig að markaðsvirði fyrirtækja, það var svona soft reset. Já. Markaðsvirði Icelandair í dag er 50 miljardar og til að finna markaðsvirði þá gerur hreinlega bara verð á hlut sinnum útistandandi hlutir. Þannig að Icelandair er með einhverja Ert þú að berja byttið eða hlaupa á askið í þessu? Nei, ég bara tek markaðsverð. Já, bara milli útistandandi hlutir hjá Icelandair er 41,1 milljarður og kaupgengi markaðsverð núna 1,22 eins og staðan stendur akkurat núna. Þannig að þetta er 50 milljarðar. Og mér langar að fara aðeins yfir íslenska markaðinn út frá þessu. Og mér langar að spyrja þig Yngvi. Highest market cap. Highest market cap á Íslandi. Það er ekki Alvo? Það er Alvotech.
Alvotech er 571,6 miljardar íslenskra króna og þetta auðvitað flöktir eftir dögum, þú veist eða lækkar 1%, þú veist, þá er Alvotech í rauninni að sko, bara 1% dropp í Alvotech eru þá 5 miljardar, bara 5.000 milljónir, þannig að það getur gengið á ýmsu í þessu. Nú, það sem að kom mér á óvart í þessum tölum þegar ég fór að slá upp markaðsvirði allra íslenska fyrirtækja er að Oculus er bara farið að sleikja 100 miljard króna múrin. Þess að nær vissulega ekki upp í 1B, þess að við kallum miljard dollara. Sem er þá 10 sinnum meira en sín, til dæmis. Já, og ég ætla svona eiginlega bara að reyfa listan hérna. Þú veist, Marel náttúrulega er fyrrum stórveldi hérna á þessu lista, stendur núna í 392 miljardum króna. Þar á eftir, hver heldur að koma eftir Alvo og Marel? Er það ekki Eimskip eða? Nei, nefnilega ekki. Eimskip er eiginlega bara... Nei, það eru bankarnir, sorry. Já, það eru bankarnir. Eimskip er talsvert neðar á þessu lista en ég átti vona. Er þetta ekki bankarnir eða? Jó. Arion eða? Við erum með Arion, 237 miljardar og þar fast á eftir kemur Íslandsbanki fyrir 220 miljardar. Sagði Arion, 237 miljardar. Þar á eftir erum við komin í útgerðirnar. Já. Þar erum við með síldavinnsluna í 5. sæti, 182 miljardar, Brim 154 miljardar. Og Ísfélagið 132 miljardar og að eiginlega komið smá óvart. Nú vissi ég svo sem af þessu en síldavinnslan er hærri heldur en Brim. Þegar þeir fóru á markað, var staðan svo? Nei. Var það nokkuð? Nei, þetta bættur náttúrulega við þessi vísi og fara upp í 12% takkið og svo náður góður önni líka Þetta er samþjöfpunin sem er hérna að tala kannski með síldavinnsluna. Brim náttúrulega þetta líka svo sem búið að kaupa allan fjanda, voru þeir ekki að kaupa núna hérna... Þeir eru búin að vera meir í sölufélónum. Stratjan, keftu þarna einhverja Dani/Grænlendinga. Svo Brim var að kaupa hérna kvóta, 1/3 af hérna... Hvaða kvóta var hann að selja þarna? Ég man ekki, fyrir 2,5 miljard eitthvað. Á vinststöðin. Já, vinststöðin. En allan, það fullur uppgangur greinilega í sjávarútveginum. Þetta voru sæti... Samt, nota bene, ég tók þetta saman í sumar. Ég held að hérna... útgerðirna séu niður 100 miljardar í markaðsvirði year on year. Það láta loðnu hérna bresti. Sagt með, ég held þetta að vera 100 miljardum minna heldur en á saman tími fyrra. Svo er eitthvað smára en núna, ég meina stýttist í loðnu. Þetta er alveg samt. Það er einhver að betta, þá ætti hann að betta með loðnu núna. Hérna pró-loðna. Herðu, sko, svo kemur hann Oculus eins og ég segi í 8. sæti, svo kemur Hagar í 9. Hagar, hagkaup, bónus, allt þetta 93 miljardar. Kvika næst þar í 10. sæti 88 miljardar, talsveit á eftir hinum bönkunum. Nú Festi kemur svo í 11. sæti 72 miljardar, Hampiðjan 72 miljardar, svo koma fastegna félögin bara hérna í einni röð bara í 13., 14. og 15. sæti. Það er bara Reitir í 13. sæti 67 miljardar. Svo kemur Eimskip hérna á milli, ég las þetta óvart Eik. Það er sem Eim. Eimskip er ekki nema 56 miljardar markaðsvirði. Sem kemur á óvart, ég held þið væri stærri. Svona þegar betur er að gáð. En ég talaði fastegnafélögin, Heimar í 15. sæti 55 miljardar. Nú, svo kemur umtalað Icelandair í 16. sæti með tæpa 50 miljardar markaðsvirði. Þannig að við sjáum það, sko, verð á hlut þar 1,22, 41 miljardar útistandi hluta. Það þyrfti helvíti mikið að gerast til að sjá það að fara upp í 40 aftur. Já, en erum við ekki að tala um hérna, að 2017 þá er Iceair bara hérna stærst. Ég held á hápunktinum hafi þetta bara verið Iceair og Marel sem voru bara hérna the darlings of the stock market. Ég sé ekki fjölda útgefina hluta hérna. Það er náttúrulega með einföldu Google væntanlega hægt að finna út úr því. Það getur einhver sagnfræðingur legið við því. En hérna Icelandair í 16. Við erum með Sjóvá í 17. 48 miljardar. Ölgerðin þar rétt á eftir í tæpum 48 miljardum. Amarok í 19. sæti 44 miljardar tæpir. Eik 20. sæti 43 miljardar.
Skél, 21. sæti 35 milljarðar tæpir. Já. Við viljum sjá þetta þrýstast upp. Já, það verður gaman. Það ekki það. Það eru Skagi 22. sæti með 32 milljarðar. Síminn 26 milljarðar í 23. sæti. Kaldalón, kötturinn 22,7 milljarðar. Iceland Seafood 25. sæti með 16 milljarðar. Og svo erum við komin hérna bara í botn 3. Það er Nova, Sýn og Play. Og viltu gíska hvernig það raðast upp? Viltu Sýn er lægst? Nefnilega ekki. Nei, Play er lægst, segi ég. Play er lægst. Já. Svo Sýn og svo Nova. Nova 13,8 milljarðar. Sýn 7,7. Já. Við verðum að sjá það að þeir eru tæplega helmingi lægri á markasviði heldur en Nova. Þú ert í hérna liðinu Svartsýn, eða ekki? Nei, eru það einhver samtöku? Og svo er Play, svo er það Play sem rekur lestin á íslenskum aðalmarkaði, 3,7 milljarðar tæpir, gengi 1,93 hlutir, 1 milljarður 891 miljón. Þannig að þú veist, Play er eiginlega bara penny stock, sko. Já. Þú veist, það sem í rauninni er Nova og Sýn það líka það sem myndi kallast penny stock erlendis, sko, en þú veist 3 milljarðar króna, þetta er bara 3,7 milljarðar, þú veist, þetta er bara 28 milljónir bandaríkjadollara, þú veist, eitthvað þetta er alveg, þetta er engar upphæðir, sko, þannig en nú velti maður því fyrir sér bara framtíð Play ætli ég meina, nú sáum við náttúrulega Icelandair gerði kauptilboð í Vá á sín tíma ætlaði að kaupa þá hvernig flaskaði það eftir? Hvað? Hérna kauptilboð Icelandair í Váer var bara tekið fyrir það? Þeir hættu við sjálfur, held ég. Já, var það þannig? Á það ekki? Já, ég skal ekki segja, maður veltið fyrir sér hvort að maður fara að sjá eitthvað svo leiðis þegar markaðsvirði Play fyrir að lækka Já, þetta er engin peningur, þetta er bara smá gírun og þetta er bara saminað Já Ég skal ekki segja Reykið þetta Já, þetta var svona mín 5 cent inn í þessa umræðu með markaðsvirði áður en þið farið og kaupið bréf vegna þess að krónutalan er lág Já Skoðið þá markaðsvirði og helst að gera bænum, ekki vera að kaupa út á þetta helst að gera ykkar eigi verðmat líka bara til að réttlæta það Nei, það er bara sjásum Herðu, Síminn Pay spyr í lokin Fyrirtæki á markaði Pepsi var að kaupa fyrirtæki Siete og 1,2 miljard dollara Í hvaða kategóriu er þetta fyrirtæki að starfa? A. Indversku matur Svona Indian B. Suðrænir drykkir sem ég kann ekki að þýða C. Mexíkósku matur eða D. Gúrkur og fleira sem Arnar notar mikið Gúrkur Nei, það er ekki gúrkurnar Ok, suðrænir drykkir Nei Ha? Þeir voru að kaupa annan mexíkóskan svona authentic food supplier stofnað 2014 og hérna þau eiga náttúrulega fyrir Doritos, Cheetos og fleira Þannig að það sem ég var svona áhugaðast er hvort það sé eitthvað nýtt að koma í salsaflóruna hérna heima Það sem að Taco Truck er eiginlega bara búið að taka markaðinu og er að hlaupa af stað sko. Gengur vel Eitt samt, svona í ofanlag því að Síminn var að benda okkur á þetta fór fram hjá mér, veit ekki með þig Mars sem er private Mars Corporation Súkkulaðistikki Mars Corporation sem að væri gaman að vera með breakdown því að helmingurinn af þeirra tekjum er hérna dýrafóður og eitthvað handa gældýrum Já, betur við fórum við ekki yfir þetta Ég held ekki Við erum búin að fara yfir svo margt en hérna, þau voru að kaupa Pringles fyrir 2 mánuðum Já, ok Á 36 milljarði bandaríkjadollara Það er bara eins og að Ég held kaupa gott hugbúnaðarfyrirtæki væri orðið hundafóður í dag sko. Étur einhver Pringles Það er helvítið hátt kaupverði Myndi maður halda sko Hljóta að vera stór úti en þá maður En, þú veist Þetta er bara krónutala, hvað veit maður? Já, rétt Heyrðu, dollaratala Síminn Pay fyrir það, Guðanabænum skannið kvittanir, áður eða gleymið því Notið kortin frá Síminn Pay Flokka Því það ekki þetta allt Já, nú er ég farin að nota svona handverka eða þú veist, ég er búin að setja inn flokka bara fyrir okkar starfsemi þetta
Mér sýnist ég þurfa að fara að limita þig. Já, þú þurfa að limita mig. Ég get ekkert gert eftir klukkan 2 á föstudögum niður í bæ. Nei, og þetta lúxusinn sem hægt að nota með Símanum Pay. Þeir eru fullur á jommunni og segja, heyrðu, ég tek eitt tequila á alla. Þú getur bóstalega limitað eftir dögum, þannig að fössarar og laugardagar eru ekki, yfir fær ekki. Ég hef fundið fyrir þessu. Við erum hérna alveg bara kortir í blackout og Kjarval og... Það er gott að loka. Ég býð þeim bara. Þökkum Símanum Pay kærlega fyrir samstarfið og ég held að við séum að fara að slúta þessu hvað á hverju. Ég var nú með einhverja fleiri fréttir hérna, náttúrulega kom frétt Heiðar Guðjóns, hann var að hagnast vel hérna árið 2003. Kom frétt hérna á Viðskiptablaðinu. Ætli það sé sala þessarar aldar þegar hann seldi sín eða? Ég skal ekki segja, ég meina það hefur verið að selta á ákveðnum tíma. Það ekki, hann keypti líka inn svo sem ég man ekki, keypti hann ekki inn frekar hátt eða? Ég held að hann hafi bara verið á nulli, ég veit ekki. Já, skal ekki segja. Já, sko, hann originally kaupir í Vodafone sem að merger við hérna Stöð 2 og hvað þetta hétt aftur, 365. Og verður að sín. Já, svo var hann nú svo sem alltaf að dippa held ég eitthvað aðeins í þetta. En ég held svona netto hafa bara verið á nulli. Já, ég veit það ekki. En það kemur allan að fram hérna bara grein frá Viðskiptablaðinu. Gerið þið einn greiningu. Hann er að hagnast tæpan miljard, 967 milljónir. Svo sá ég hérna, því að maður er náttúrulega alltaf að fylgjast með einhverjum árseiningum PBT EHF velti 10 milljónum í fyrra. Já. Hagnaðurinn 3,2. Er það Peanut Butter Toys? Nei, það er Pretty Boy Choco. Já, það er sá. Þannig að maður er að grúska í þessu. Já. Það er engin frétt kominu þar reyndar, en þá verður það bara fyrst sagt hér. Bara, já, fínn árangur. Ég meina, hann kemur hann inn á markað 2023 eins og þrjum ár heiðskýrulofti. Svo sá ég hann með PBT Store líka, þannig að það er vissulega sko stofnað 2024, þannig að það líka engar upplýsingar fyrir þar. Það er nóg að gera hjá okkar manni. Það er það. Svo, já, ég ætla að koma inn á hérna, vinnur okkar í Drugs After Dark. Já, við skulum eiga þetta inni bara. Herru, kæru hlustendur, við bara slúttum þessu í dag. En það ekki, er eitthvað einhver sem að þú vilt koma á framfæri? Nei, eru þeir að sitja eitthvað Nei. Við erum alltaf að koma einhverju höggja á hérna. Herru, strákum mínir, þeir eru flottastir. Bless. Herru, ég held við þökkum fyrir í dag. Já, bless. Verið sæl. Bye.